Nútíma læknisfræði mótuðust fyrir 200 árum samhliða nútíma líffræði og þá var til það fyrirkomulega heilbrigðismála sem við búum við enn í dag. Þetta leyti voru stofnuð sjúkrahús og á síðustu öld urðu miklar framfarir á sviði skurð- og lyfjalækninga. Sá skilningur sem við leggjum nú í sjúkdóma, heilbrigði og veikindi óx upp af rannsóknum þessara ára. Einn sem var amerískur og hann treysti eiginlega bara Coca-Cola. Þannig að borða hann einstaka banana og svo var það bara Coca-Cola í nokkra vikur sko. Og svo annar sem á heilsufæði sko, hann var alltaf veikur. Þannig ég held að þetta sé sko ægilega mikið fólkið í hvernig maður upplæði líka. Samhliða þeirri lækningahefð sem ráðið hefur að mestu í vestrænu samfélagi frá stofnun sjúkrahúsanna hafa lifað með almenningi lækningaaðferðir sem margar hverjar eiga sér rætur í aldagamalli hefð. Slík þekking varðveitist gjarnan innan fjölskyldna, þar sem ein kynslóð lærir af annarri. Ég komin af ætt þar sem þekking á íslenskum lækningajurtum hefur varðveist og þróast í gegnum nokkur hundruð ár. Og ég sem sagt svo kynslóð sem að búa sig undir að taka við starfinu og koma því til næstu kynslóðar. Ólöf dóttir Ástu Erlingsdóttur, en hún og Erlingur Filippusson, faðir hennar, á nefa þekktustu grasalækna sem starfað hafa hér á landi í seinni tíð. Þótt þau starfi utan heilbrigðiskerfisins leita margir aðstoða þeirra og almannarómur ber þeim góða sögu. Þau hafa ætíð leitast við að nýta náttúrulegan lækningamátt íslenskra jurta. Og það okkar óður að halda þessu við sem verður. Faðir minn, hann var við þetta unnið yfir 50 ár samfleytt og var orðinn þekktur grasalæknir. Síðan læri ég þetta af honum og við höfum notað þetta mjög mikið við allskyns sjúkdómum, allskyns ígerðum og sárum og bruna og það sem sagt hægt að útbúa úr jurtunum held ég í flestum tilfellum hægt að búa til meðul við flestum sjúkdómum. Já, ég hef einu sinni farið til grasalæknis. Ég hef aldrei farið til grasalæknis, en ég trúi á það. Ég held að það sé mikið til í því sem þeir eru að gera. Það hefur verið sannað. Það ómögulegt að rengja það, held ég. Minna grasalækningar ég líti á það sem bara gjöf jarðarinnar til okkar. Minna jurtirnar hafa sterkt líf og sterka orku og meina akkur ekki að nota það. Að sjálfsögðu hafi Íslendingar allatíð veikslíkt og aðrir menn og eflaust hafa hér verið þeir sem stunduðu lækningastrax á landnámsöld en lítið þó vitað þá. Þegar leið á miðaldir komið hingað erlendir barnsgerar sem líknuðu sjúkum. En meðal alþýðunnar var líka að finna töluverða þekkingu á sjúkdómum og lækningu þeirra og þessi þekking þótti enn í fullu gildi eftir að hér var fyrst farið að stunda lækningar undir opinberu eftirliti yfirvalda. Hér fyrir utan barnsgerana þá kemur ekki lærður læknir fyrir en með landlæknisautum 160 og hann náttúrulega ekki megnugur að sjá all landið og hann fær, eða eitt af hans embættisverkum var að mennta lækna og hann menntaði lækna það voru minnsta kosti í 4 héruð sem fjórðungslæknarnir svo kölluðu og þeim smá fjölgaði svo. En engan síður þá var þetta allt of fámennt lið til þess að geta sinnt störfu. Og það sem að þeir gerðu það var að þeir veittu nærfærnum mönnum og konum, mikið var ljósmæður í því,
veittu þeim svokallað takmarkað lækningaleyfi og það var það sem var takmarkað við, það var við blóðtöku og stólpípur og þannig hjálpræði. Hjálpræði sem þetta nærfærna fólk veitti hefur sjálfsagt oft falist í blóðtökum og notkun ýmiss konar jurtameðala. Þótt í samtíma lækningabókum sé einnig að finna ýmis ráð sem okkur nútímamönnum þykja jaðra við galdur. Af þessum bókum má þó sjá að þekking á náttúrunni og gjöfum hennar hefur ráðið mestu gerð smyrsla, bakstra og inntökulífja. Þar sem ekki var völ á tilbúnum lyfjum leitaði fólki nánasta umhverfi sitt og fann þar oft meður við kvillunum sem það sjáðu. Sko, það með jurtirnar, það eru afskaplega mismunandi. Það er eitthvað náttúrulega í jurtinni, einhver safi, sem hefur þennan kraft og hefur þennan mátt að lækna sjúkdóma, til dæmis eins og sagði að systir hans föðumins, hún var á gangi í skógi og uglust þegar hún verið að tína jurtir og hún var komið svo mikið, það var bara blæð úr vörunum á henni. Sólinn sprungu svo varna, það var bara blæða. Þá tók hún birkilauf og setti á varirnar á sér. Og það var nóg til þess að mýkja varirnar og þær greru bara með því að nota jurtina sjálfa. Og ég vil meina það að það er svo mikill mátturinn í jurtinni og uglust er að blaðgrekkan sem er svona mikill græðimáttur í að það er oft nóg að setja jurtina við. Sjálfsagt hafa menn alltaf þekkt heilsusamlega krafta jurta og heilbrigðrar fæðu, en það byggist heilsa okkar á því að við temjum okkur rétt mataræði og vinnum úr þeim efnum sem náttúran sjálf hefur lagt okkur til. En hinn síðari ár hefur borið æ meira á því að bæti efni og ýmsir essensar séu unnin og seld í töfluformi. Þannig neytum við nú ávaxta jarðarinnar eins og þau séu tilbúin lyf. Kannski virðist okkur máttur vera meiri en þegar hann hefur verið þéttur í lítil lituð hylki. Krafturinn virðist á næstum yfir náttúrulegur, líkt og kraftur kristallanna sem æ fleiri nota nú við lækningar. Ég teki ginseng og hvítlaukinn og allt þetta. Og þetta er bara spurning það að trúa það sem voru að taka inn. Lýsi. Já, lýsi á notan. Það er það einu. Já, og ávaxtasafa. Eitt glasa djús á notan. Allt sem er unnið í þessi lyf, pillur og annað slíkt Þetta er allt meira að minna unnið úr náttúrunni að sjálfsögðu. Allt sem við lifum á og snertum að það er náttúran sjálf. Ég þekki marga sem hafa prófað þetta, étið ginseng og fleira slíkt og það virðist það áhrif. Víst er að líkaminn er flókinn og viðkvæmur. Það er svo ótal margt sem getur haft áhrif á starfsemi hans og valdið veikindum, vanlíðan og hrörnun. Spenna byggist upp í vöðum okkar og taugum, líkt og áhyggjurnar í huganum, og jafnvel hálfu gleymdar en sárar minningar geta valdið ójafnvægi og sjúkdómum. Oft má leiðrétta þetta með því að leyfa líkamanum sjálfum að slaka á og eyða spennunni, en til þess getur þurft aðstoð sérfróðra manna. Eitt slíkur er Bretinn Tony Crisp sem hingað hefur komið til að leiðbeina og miðla af reynslu sinni. The first woman that I worked with, once I had defined that helping the body to move could be healing, she was sent to me by her doctor because she was experiencing a nervous breakdown, and I was to teach her relaxation, but I explained that it might be better if she learnt this other technique, Coex. And so first of all we explored to see if she had any obvious physical tensions, and one of the movements I took her arms and moved them sideways and her arms stayed both sides like this because there was a lot of tension in the shoulders. I then helped her to
explore that tension, just to let it stay there. So she stayed there for many minutes, and the tension then became tired, so it began to break up, so the arms tremored, there were slight twitches, which gradually developed into stronger movements, and so the movements came and she was pressing her abdomen so. And this is a learning process, so she took a while to allow this strange experience of her arms moving spontaneously by themselves to press on her abdomen. And the second meeting that we had, she learnt this a bit more fully. She could allow it a bit more fully, so the movements became stronger. And it took us 4 sessions to really get to the heart of what her problem was. And in that session, the movements were strong. She wanted to lie on the floor, so she did so. Her knees pulled up, her tummy domed, and her hands were here. And she went through very powerful movements for about half an hour. And then she sat up and said to me that she had had an extraordinary experience where it was like dreaming while she was awake. She was touching this process of dreaming as though she was awake. And she explained to me that 4 years previous she had gone to live in Spain with 2 of her children. She'd been divorced and she'd left her husband, and she met a Spaniard there, fallen in love with him, and become pregnant. Now, she already had 2 children, so she felt that she didn't want this child and had an abortion. And she said that during the experience of these spontaneous movements, it felt as if life spoke to her from within her and said, when you had that abortion, it hurt me. But it wasn't accusing her, it just wanted to complete the process. So she went through having that baby, her body went through the movements. It had been cut off by the abortion, she went through having the baby, and now she felt healed. And she said it felt so real. She could see the doctors around her and nurses as she was having the abortion, as if they were actually there. Jafnvægi afla og óheft orkuflæði eru megin inntak elstu læknavísindanna, jafnt meðal austræðna þjóða sem hér á Vesturlöndum. Fornum kenningum og aðferðum á borð við nálastungulækningar er nú æ oftar beitt í baráttunni fyrir bættri heilsu, og þótt fæstum detti í huga að við getum lifað án læknavísindanna, eru þeir fleiri og fleiri sem telja fornar hefðir og alþýðuvísindi eiga að njóta virðingar og viðurkenningar við hlið skurð og lyfjalækninga. Nálastungulækningar sem hafa komið núna til Vesturlanda á síðustu 10-15 árum hafa verið stundaðar í Austurlöndum fjær í þúsundir ára, og fyrstu sögulegar heimildir sem hægt er að finna þar eru að finna í svokallara Ayurveda læknisfræði. Þessar lækningar byggja á austurlenskum trúarbrögðum, en eins og ég nota þær þá byggir maður það á vísindalegu rannsóknum í sambandi við starfsemi líkamans. Starfsemi líkamans er jú mjög flókin, og við getum sýnt fram á að með að setja nálar í vissa punkta á líkamanum, að þá hefur maður gífurleg áhrif á ýmiss konar efni líkamans, aðallega það sem við köllum taugaboðefni. Taugaboðefni eru til dæmis efni eins og adrenalín, serotonín og mörg fleiri. Þessa tegund læknisfræði hefur fleytt fram á síðustu árum á Vesturlöndum vegna þess að lækning hefur fengist. En þótt margir læknar viðurkenni nú réttmæti slíkra aðferða, hefur oft sorfið til stáls milli þeirra og hinna sem stunda alþýðulækningar eða framandi aðferðir. Þótt samvinna landlæknis hér á Íslandi og alþýðulæknanna hafi í fyrstu verið góð, fór fljótlega að bera á því að læknum þótti sem grasakonum og ljósmæðrum væri ofaukið, og að almenningi stafaði jafnvel hætta af starfið þeirra. Annað mál er að menn voru kannski mismunandi nærfærnir, og þá
gat náttúrulega slegið í gekki og sérstaklega var það nú að óánægja kom upp með hjá læknum eftir að þeir fjölgaði, að þá voru sumir læknar á móti þessum mönnum, þóttu þeir taka spón úr sínum aski. En hér upphaflega voru þetta kærkomin hjálp, svo má segja. Deilur menntaðra lækna við grasakonur, blóðtökumenn og ýmsa sem aðhylltust innfluttar en óviðurkenndar aðferðir geisuðu alla síðustu öld og langt fram á þessa. Sumar deilurnar fóru hátt í blöðum og tímaritum og stóðu jafnvel árum saman. Í geymslum Landsbókasafnsins má finna þetta mörg og lærdómsrík dæmi. Smáskammtalækningar eða homópatía hafa hlotið viðurkenningu víða á Vesturlöndum, en á Íslandi urðu þær harðvítugar deilur upp úr miðri síðustu öld. Þessi lækningaaðferð hafði náð nokkurri útbreiðslu hér á landi og þóttu mörgum hún duga vel bæði á húsdýr og menn. En árið 1856 birti landlæknir, sem þá var Jón Hjaltalín, grein í Þjóðólfi, þar sem hann veittist harðvítulega að homopatíunni og kallaði hana hjátrú og vitleysu. Homópatadeilurnar sem að þessu spunnust stóðu í nokkur ár og urðu margir til að leggja orð í belg, bæði með landlækni og á móti. Talsmenn homópatíunnar héldu því fram að landlæknir hefði lítið vit á málunum, en hann svaraði því til að þeir var ekki með öllum mjalla, en það væri einsýnt að menn yrðu vitstóla af smáskammtalyfjum. Þessar deilur urðu síst málefnalegri eftir því sem að drógust á langinn og loknuðust út af síðir. Árásir landlæknis urðu til þess að homópatalækningar lögðust af að mestu og hafa lítið verið stundaðar hér síðan. Það eru sjálfsagt ekki margir Íslendingar sem nú þekkja til aðferðarinnar, þótt hún njóti vinsælda víða Evrópu, til að mynda meðal bresku konungsfjölskyldunar. Grasalæknar á Íslandi hafa líka orðið fyrir árásum og jafnvel verið kærðir fyrir iðju sína. Starf föður minns, það var mikið erfitt og maður var eiginlega alveg steinn í sáði, hann skildi ekki gefast upp. Fyrir að fyrsta var hann kærður fyrir sér starf að hjálpa öðrum og jafnvel fyrir að lækna fólk á sjúkdómum sem það var alveg búið að gefast upp á öllu. En hann fekk mikið þakklæti frá fólkinu. Ég held, eins og ég hef oft sagt, að þakklæti frá mörgum sem hann óstalega gaf lífið eða heilsuna, að ég held hann að við komist alla leið til himnaríkis á þakklætinu frá þessu fólki, að hann vann þetta af svo góðum hug og miklum kærleika til fólksins, og hann hafði svo mikla samúð með því þegar það kom mikið veikt og var logandi hrætt að það var svo miklu fordómar í kringum þetta, í kringum þessar lækningar, að það var logandi hrætt og var að stelast til þess að koma til hans og fá meður, af því það þorði ekki fyrir sitt litla líf að segja læknum frá því. Það var sko alveg hreint. Það hefði nú sjokkerast bara ef læknum hefði frétt það. Hvað snertir viðhorf læknastéttarinnar gagnvart svona lækningum, þá má segja að viðhorfin hafi opnast mikið á síðari árum vegna þess að fleiri og fleiri vísindarlegar greinar hafa komið fram þessi efni sem að sanna gildi þeirra. Ég gerir ráð fyrir því að grasalækningar og nálastungurlækningar séu svona nokkurn veginn það sama. Ef fólk trúir því þá virkar það. Það er náttúrulega mörg lyf framleidd úr náttúrulegum hlutum, grösum, og ég býst við að þau hreinu náttúrunni, þau geti alveg eins lækna fólk eins og tilbúin lyf úr náttúrulegum efnum. Ég held að við bæði getum og eigum að bera ábyrgð okkur eigin heilsu, og ég held að við ráðum svo ákaflega miklu það sjá. Og hérna, við skulum alls ekki líta fram hjá því
að trúi á það sem að menn halda og trúa því staðfastlega að þeim batni, þá hefur það geysilega mikið að segja. En hérna, það er alltaf bara spurning allt svona, samt við graslækni hef ég að trúa gagni. Þetta er bara svipa og lyf. Trúa því að sé bara eitthvað í náttúru sem getur rauninni, sem sagt, gert það verkum að því lífveitur og hugsanlega lækna einhver megin. En hérna, ég hef líka trúað því að, sem sagt, ef þú, sem sagt, alltaf að taka inn eitthvað vist eða ferði til andalækni, sem sagt, að nálastungu, alltaf að láta framkvæma nálastungu að þeir, að þú verður líka að trúa það. Ef þú ert vantrúaður, þá læknast hvort er ekki, hvað sem að þú reynir þetta eða eitthvað annað. Umdeildustu lækningaaðferðirnar á nefa hinnar svokölluðu huglækningar, oft samnefndar andalækningar í daglegu tali. Þessar aðferðir eru mjög frábrugðnar þeim sem þegar hefur verið getið og má segja að þær séu þeim alls óskyldar. En hér er einnig að ræða mjög fjölbreytt svið og aðferðirnar jafnmargar og þeir sem leggja stund á þær. Sumt af því sem tilheyrir huglækningum hefur þótt sannað af tilraunum. Til dæmis það að ýmislegt megi lesa af árum manna líkamlegt ástand þeirra, en annað þykir vart samræmast vísindalegum þankagangi, til að mynda uppskurðir sem stjórnaðir að verum á öðrum tilverustigum. Við gerðum hérna könnun fyrir 15 árum þar sem að við inntum stórt úrtak, þjóðarúrtak reynslu þeirra eða kynni, eða rétt að sagt hvort að einhver tíma leita til bæna eða huglæknis. Og niðurstaðan var svo að 40% aðspurðra hafði einhver tíma leitað til bæna eða huglæknis fyrir sjálfa sig eða aðra. Við reyndum ekkert að kanna það hvort raunverulega lækningu var að ræða, en við inntum fólk eftir því hvort að það teldi að það hafði orðið fyrir einhverjum bata af þessum beiðnum lækningar. Og að þeirra mati þá skiptist þetta nokkuð í þrjú horn, annars vegar það hefði engin árangur orðið af þessum lækningum. Í öðru lagi að það orðið nokkur bati og sáhópur var nú svona kannski stærstur sem taldi að það hefði orðið þarna, það orðið fyrir verulegri lækningu. Yfirleitt var það svo að þarna var svona annars vegar einhvers konar andalækningar sem hafa verið kallað, það er að segja að einhverjir framliðnir stæða baki lækningunni og þá voru oft taldir framliðnir læknar. Eða þá hitt að þetta var lækning þar sem var rakin til æðri máttavalda, til Guðs eða Jesú eða einhvers af því tagi. Svo að svona var þetta voru nú svona helstu niðurstöður okkar þessar hug- eða bænalækningar. Sögur af andalækningum að finna víða í íslenskum bókmenntum. Eitt þekktasta dæmið úr skáldsögu Halldórs Laxness, Heimsljósi, sem hér sést í leikgerð á sviði Borgarleikhússins. Góður, nú kemur það. Já, blessaður verður þú skemmtilegur. Það skal ekki vera langra stundar verkalæk með sjúklingsmaður lifandi á það. Hinn ungi Ólafur Kárason fárveikur og jafnvel ekki hugað líf. Þá farið með hann til konu sem lækningamiðill eða andalæknir. Finnurðu skjálftann í sjálfum þér? Já. Nú er að koma. Stattu upp og teygðu úr þér.
andalækningar, ég er skeptískur á það. Ég færi allavega ekki ef ég væri með krabbamein og bæði einhvern að biðja fyrir mér. Ég hugsa að ég myndi leita á náðir nútíma vísinda. Gegnum Sárlárssonarfélag þá fór ég einu sinni til konu sem kom hér frá Bretlandi og ég er ekki í vafa að hún hefur átt einhvern þátt í því að hjálpa mér í sambandi við liðagigt sem ég var mjög slæm af þennan vetur og flestir læknar sögðu að ég væri það illa farin að ég myndi kannski bara enda í hjólastól. En eftir þann vetur þá var ég orðin allavega færum að ganga. Já, fólk kemur hérna gjarnan og vill fá tíma hjá huglækni út af allslags ástæðum. Það geta verið heilsufarsástæður, áhyggjur og þreyta, kvíði allslags. En við bendum fólki hins vegar alltaf á að leita til sína lækna líka. Við erum ekki að reyna að koma í staðinn fyrir lækna. Samstarf er hins vegar mjög æskilegt. Fólk kemur jafnvel aftur sem að þá sýnir manni það að það hefur borið árangur sem erfiði. Vísar vinum sínum á að koma og leita hér hjálpa líka. Fyrir opnun á heilun og huglækningum þá fer ég með bæn til að opna og biðja þá góðu krafta sem eru hinum megin og bið mínar leiðbeinendur og hjálpendur að koma og gefa ljósið og kraftinn og þegar ég finna að þetta samband er komið þar sem ég er aðeins farvegur að þá streymir orkan yfir til sjúklingsins og þetta er eingöngu í formi handayfirlagningu. Ég legg aðeins hendur örlítið á öxl sjúklingsins en ég er ekki með neitt nudd eða neinar ábendingar eða ráðleggingar. Það er algjörlega í höndum þeirra hinum megin. Já, við fáum gjarnan erlenda miðla til starfa hjá okkur hér hjá félaginu. Það koma gjarnan svona 8 til 10 miðlar yfir starfsveturinn. Við fáum þá gjarnan frá Bretlandi og okkur þykir það gott vegna þess að þeir hafa svo sterka hefð fyrir sínu starfi þarna. Þeir hljóta góða þjálfun bæði í miðilstarfi og kennslu og okkur finnst við öðlast meiri breidd í okkar starf með því að fá þetta fólk hingað til starfa. You might wonder where the power comes from. It's very, very difficult for me to describe or explain this to you. People come thinking, this is not much. You watch it, you think it's not much. But when you are that patient and you feel those feelings, you feel that comfort, that ray, you know something is happening. If you have auric sight, what we say, to see with the psychic eyes, you may be privileged to see the colour rays, the different colours that come from the healer's body out through the hands. This power comes from above us, from the source, from God. It is not the healer's power. The healer only has the gift that's being used to administer it. Jú, ég held að og ég hef verið læknað að það er krakki þó ég muni lítið eftir því en það er minn fyrstu bersku minningum að það var kallað á svona andalækni, ég var að dreipast úr einhverjum bólum kirtlum og það lagaðist og læknaðist. Þannig ég var full ástæðst að ég myndi með það sjálf hægt. En ja, og huglækningar er prófað líka og ég held að það hafi komið mér að einhverjum notum. Ljósið og krafturinn kemur frá Guði og aðeins fyrir mínar bænir til hans verði þess áskynja þegar krafturinn kemur og í þessu ljósi og þessum krafti vinna þessir góðu andar og líknendur hinum megin við sjúklinginn og ég er aðeins hlutlaus og því hlutlausari því betra. It's a feeling that comes through. It's a power that you cannot get hold of. It's like the electricity in the air. You don't see it until it's channeled through a light bulb and then you see the results of it. Men allar þessar lækningar eru sama með í sjálfum sér sko. Huglækningar þá oft á tíðum er manneskja sem er með sterkar og tærar hugsanir sem að hjálpar þeim sem að til hennar leitar að hreinsa neikvæðar hugsanir frá sér og átta sig á því hvaða hugsana hringrás
hvaða neikvæða hugsunarhringrás það er sem að viðkomandi manneskja og sjúklingur hefur. Við vitum svo lítið. Það er svo mikill kraftur, bæði í okkur og alls staðar í kringum okkur, sem við þekkjum ekki. Ef þú trúið ekki að þér eitt að líða vel eða þér líði vel, þá líður það ekki vel. Menn á þótt allir éti grös og ástundi jóga eða hvað sem er, að ég held að það kom ekki veg fyrir sem sagt bæði slys og sjúkdóma, sko. Það er engin trygging fyrir því. Ég held að trúin flytji fjöll, en það hefur nú sýnt sig að hún gerir það nú ekki alltaf, þó sterk sé. En ég hef trúið því að hún hjálpi frekar en hitt. En það virðist oft fylgja þessum heilsufríkum yfir sko að þetta er svo mikið áhuga á sjúkdómum, þetta verður allt veikt. Eins og einn góð vinur sagði mér eftir að við vorum að lesa lækningabóka, hann var eiginlega komið með leksík. Hvað svo sem hverjum finnst allar þær lækningaaðferðir sem hér hefur verið getið, þá er víst að flestir gera sér nú grein fyrir nauðsyn þess að hver og einn taki ábyrgð á eigin heilsu og fresti þess að haga lífi sínu þannig að hann eigi trygga langa og hamingjuríka ævi. Þótt læknavísindin hafi náð valdi á mörgum áður ólæknandi sjúkdómum fyrir að okkur ekki ábyrgðinni á umhverfi okkar og lífi. Menningarsjúkdómarnir sem svo eru nefndir stafi ekki síst að því að við höfum vanrækt heilsu okkar í ákafri leit að bættum lífsgæðum, frama og auði. Það ójafnvægi sem að þessu leiðir er sjúkdómurinn sem hefur verið samfélagi okkar verstur skaðvaldur. Öll viðleitni til að rétta þetta ójafnvægi er athygli okkar verð.